Og aftur! Þetta í þriðja skipti í röð sem Frankie Boxing nær það sem Young Marco fellur fyrir hend Frankie Boxing. Já, Frankie on fire í dag. Þetta Ívulega. Við bara horfum í burtu í 2 sekúndur og þá teamfightið búið af því að Frankie hann náði önunni eða náði einhverjum 2 eða eitthvað, þú veist. Mögulega fyrir að Tröll að reyna að countra, reyna að sjá við honum Frankie á Winston. Sindri komin yfir á Hanzo. Það mjög óvenjulegt, sjáum hvernig hann getur gert eitthvað. Nei. Síðan kom hann bara nana Winston. Og, já. Þetta fætt búið. Þetta lítur. Chaos. Huge frá Chaos. Gert Chaos. Já, Haffi verðist mjög ákveðin í að reyna að ná þeim þannig en hann verður að bakka aðeins. Já, allt í einu Tröll búin að snúa sig við og þeim gengur bara vel að íta þessu. Út kemur Bob. Bob. Og Frankie kominn. Hvorum meginn kemur fyrsta pikkið. Bæði leið öguð að halda sér á lífi. Young Marco, hann auðveld bráð sýnist mér fyrir, nei, liðið hans hjálpar honum. Risastórt. En þá bara... Já. Frankie lítur að falla, já, Tröll eru með þetta hérna. Eða hvað? Andúriel mættur. Eða hvað, nei, Tröll hljóta með þetta, já. Þeir ná að kappa. Þetta leit ekki alveg nóg vel út hjá þeim hann á tímabili. Frankie var bara alltaf eitthvað óöðlega dýr. Sérðu þetta? Selur að breyta. Kominn Sigma. Við erum ekki búin að sjá Sigma spila hann í almennabikarnum mikið. Mjög lítið. Hvað meinar? Hvað meina ég? Það bara, menn spila ekki neitt annað en dag. Já, akkurat núna kannski, en... Kemur ljós. Ég fíla þetta Sigma-bygg, sjáum hvort hann getur gert eitthvað með því. Þeir komist Sambara. Snors og Bapp. Sindri á Sambrunni. Það verður að skjóta mjög mikið. Frankie að slæmum stað hérna. Hann verðist að lifa og út kemur Rally. Tröll býða bara, verðist alltaf býða Rallyið af sér. Gringatjó low, hann lítur að falla, hann fellur. Tröll eru með risa advantage. Þeir eru ekkert að drífa sig. Inn fer Frankie nefnir að Haffi og Monkey. Gott hakki á Sindra þannig. Já. Hjálpaði að ná Bapp. Nú Tröll að spila mjög agaðan leik. Þeir býða bara eftir tækifærinu. Inn fer Haffi. Þeir verða að ná Frankie og Haffi low. Huge nanoboost. Og Haffi heldur áfram bara, já ok, Tröll virðast bara alltaf kappa þetta með tíma, það væri massíf. Selur verða að stakkira, Andúriel! Sindri lifir pulsbomb með því að nota eðið sitt. Gringatjó komin á Lucio. Ef að Selur geta stollað þetta niður í 0 sekundur, það væri það risastórt. Bob kemur, hann á pointinu. 5, 3, 2, 1, nei þeir stolla, þeir ná niður í 0. Þetta risastórt. Þetta skiptir öllu máli. Það skiptir öllu máli að Selur náðu þessu niður í 0. Ég ætlaði ekki að trúa því þeir myndu ná því. Rétt ná því. Já, hérna En hvað gerist? Já, Selur náðu að íta... Nei. Tröll. Voru ekki Tröll að íta alla leið? Jú. Já. Tröll ítu alla leið en í overtime. Já, ég meina Tröll völduðu mapp og þeir voru að klára allt mappið, þannig að... Ég skil vel að þetta ískaldur sviti maður. Andúriel mjög scary að treysa. Já, nákvæmlega. Þetta rosalega stytta. Nú komið að Tröllum að vera á vörninni. Það sko dálítið, það mjög erfitt að íta alla leið út í enda á þessu mappi, þannig að Tröll stóðu sig gríðarlega vel að gera það. Ef þeir verja eins vel eins og Gibraltar þá þetta bara í vanni á þeim. Já, eins og ég sagði áðan, Tröll völdu þetta mapp og það sem að gerast núna að þeim að ganga betur. En það augljóst markmið fyrir Seli. Selur þurfa bara að klára mappið, annarkvort með tíma eða ekki með tíma.
Ef þið gera það, þá geta þær alltaf unnið. Gummi ennþá á Ash, á meðan Tröll er ekki mikið að þeir eru búin að vera að spila Echo og Sombru. Ég held að þetta sé persónulegi stíl Sela að Gummi er svolítið mikið á Ash. Ó, Gummi er sofandi. Selir á Queen, ég var ekki einu sem að taka eftir. Það er mjög skrítið fyrir Numbani. Queen hefur enga leið til að komast upp á highgroundið og Tröll eru bara upp á highgroundinu. Einmitt, Selir þeir eru að fara inn, þeir þurfa að leita aðra leiða til að komast upp á highgroundið. Þeir hljóta að fara á löngu leiðina, það er ekkert annað í stöðinu fyrir þá. Já. Franki er bara lagður í einelti af highgroundinu. Gummi með huge pick! Sindri aftur, hugrakkur að spila Echo á móti Gumma. Hvernig er... Oh my... Oh. Ana er einhvern veginn á low groundinu hjá Tröllum. Hvernig gerist það? Þeir hljóta að hafa hitt hníf. Ég hugsa það. Já. Eða Franki þarf að segja, hefur hitt hníf og pullað önuna niður. Það er risastórt. Hafði farin í baklínuna hjá Tröllum, hann er að leita að... Hann leita að Gumma en Gummi fær pílið. Þetta eru 2 mismunandi fights í gangi en Hafði er menace í baklínunni. Huge anti hjá Young Marco. Young Marco er mættur. En Selir eru mættari. Gummi Coleman komst upp á high ground. Já. Hann skaut fólk. Úff. Það er röff fyrir Tröll að sjá hérna 4 mínútur og 50 sekundur á klukkunni. Þetta var... Það er það. Vonandi ná Tröll bara að halda þeim annarkvæmst hérna á öðrum punkti eða þriðja. Það er náttúrulega típist að það kemur snjóbolt í gang. Já, Gummi, úff. Þetta var... Hérna byrjar snjóboltinn, Gummi bara mættur. Young Marco virðist þegar erfitt með að halda sér á lífi. Í síðustu umferð var eiginlega verið að leggja einelti af Franki Boxing Winston. Núna tekur Gummi við. Einelti er slæmt. Já. Við viljum ekki sjá einelti. Nema þessi í Overwatch, þá má það. Í competitive leik. Það myndi var að nota pulsebomb á kastinu. Andúriel Hart, hann lítur að falla! Ok, Tröll. Vel spilað hérna. Tröll stoppuðu snjóboltan hérna. Með 2 risastórum picks. Hvað er maðurinn? Heyrðu, þetta var... Smá spray. Ég vildi að Haffi hefði típakað hana 100% ef hann gæti það. Hann getur ekki típakað í dífumekk. Hann verður að láta sprayið duga bara. Já, ég veit og típakaðir í hjartanuðinu, Haffi. En Selir halda sér á Jungle Queen hérna. Hvar kemur fyrsta pickið? Heldur að þetta EMP frá Sindra verið huge? Ég held að... Já, ég held að. 4 ult samt frá Selum. Selir eru með svo mörg ult. Tröll eru með 2 góð ult. Út kemur pulsebomb í. Andúriel. Young Marco svarar með nano. Happykúl er nanót á dífunni. Getur hann gert eitthvað með því? Já, eitthvað. Hann er að gera þetta besta. Snors svaraði með rally. Út, já. Það er búin að fullt á út sína. Ok. Æjæj, hann náði hann náði Queen. Það er risastórt. Tröll, já, ok. Þeir hann á þessu. Þetta er svo rosalega hratt að gerast. Leið og það kemur 1 pick, þá falla menn bara í kjölfarið. 2, 3, alveg bara hægri vinstri. Sem ekki snowball effekt. Þegar maður liði á fyrsti fellir, það var svo líklegt að næsti í sama liði fellir og svo framvegis. Gummi veit að það er eitthvað í gangi hana. Já, 1 ult bara, Greencatchum með Juno ult. Þetta verður nokkuð þurrt fight hérna, dry fight. Já. Sindri! Tekinn með brækuna niðri. Og myndi líka. Já, Selir eru bara svo rosalega agaðir. Þeir bíða bara og bíða og þegar tækifæri kemur, þá stökkva þeir á það og refsa. Strax. Svaðalega nýður og Dynamite. Combo. Þeir eru bara komnir alla leið. Einmitt, Franki leitar að spóninu. Ekki vera svona djarfur, Franki, þú verður nú að bakka. Hann gerir það. Af hverju? Ok, myndi ég reynda að henda út pulsebomb, hitti engan með því. Þetta var góð tilraun.
Andúriel með Pulse-bomb, spurning. Ef ég var í Young Marco þá væri ég hrættur. Já. Af því að Pulse-bomb meðan Andúriel er að leita þér. Það er á leiðinni. Það er á leiðinni. Hanna, target acquired, sástu það? Já, hanna. Ok. Gott dynamite framönda. Einmitt. Þeir eru að... hann þurfti ekki næstu Pulse og... Nei. Gummi er í hættu, Mundir í hættu. Hei, treyta það. Tröll er með defensive advantage, já. Tröll stoppaði þetta hennan, hann lítur á þeirra. Já. Þeir eru bara 2 eftir. Já. Tröll stoppaði þetta léttilega. Selir eru samt í rosalega góðri stöðu hérna. 2 mínútur. Sannlega. Og Franki kominn yfir á Ram. Franki, Haffikúli kominn á Ram. Já, nú er ég rugglu maður. Allt í lagi. Ég er alveg nógu rugglaður fyrir okkur bæði. Ekki þú byrja. Ó nei. Nokkur ult sem að virðast að koma upp, maður séu. Já, Selir er með alveg 4 og Tröllan nálgast nokkur. Spurning hvort að sjá Young Marco. Er þeir að bíða eftir nanobleiðinu? Tröll, ég held það. Franki mættur! Sindri er í veðasinni. Sindri, hvað gera? Sindri! Hann dashar út. Já, hann er með dash. Oh my god. Huge queen ult! Og Tröll hríðfalla. Ok. Þeir klára Við hljótum að sjá myndatreysirina til að snerta. Já. Nei, Sindri stakkert. Sindri er uber stakkert. Nei, Sindri. Kiri er bak einhvern veginn. Ok, inn kemur Haffikúl ult. Ram ult. Juno ult svarar. Hann getur ekki out-damage á Juno ultið. Haffi fellur bara, hann er svo low. Já. Ok, Selir ætla að klára þetta með tíma. Hann verðist vera. Já. Ég er svo leiður. Ég er svo leiður að Young Marco, að þeir gátt ekki púlla, Tröll gátt ekki púlla á nanobleitið. Það voru svo tragically nálægt í. Já. En þeir voru bara ekki með blade. Maður þarf að vera með blade. Það eru bæði lið geta ennþá unnið. Það eru góða fréttirnar. Þetta er svolítið svona uphill battle hjá Tröll með minni tíma. Býtu... Tröll eru með minni tíma. Já, ég sé það, en ég held... Já, þeir voru í overtime. Ég meina, af hverju fóru Tröll ekki... Ég skil ekki alveg af hverju Tröll fá tækifæri hérna. Nú kann ég ekki reglunar í Óros nú vel. Er það því að Selir náðu að kappa með undir 2 mínútum? Já, oh my god. Selir kappuðu með undir mínútu. Ef að Selir hefðu kappað með 1:01 eftir, þá hefðu Tröll ekki fengið tækifæri. En af því að, sérðu það, 1:59 út af þessu, þá fá Tröll tækifæri. Þetta... Það munaði 1 eða 2 sekúndum að þetta hefði bara verið drawable fyrir Tröll. En nú er þetta winnable. Þetta er gott fyrir okkur. Já. Þetta er meira spennandi svona. Það getur meira gerst. Munaði svo litla við að þeir hefði geft tækifæri. Við rúlum út á Winston. Tröll hafa bara mínútu. Þeir verða að láta verkinn tala og það hratt. Þú eru búin að taka mynda strax. Þetta er, já, Tröll verða bara að regrúpa hérna hratt. Já, þeir verðast vera að gera það. Já, þeir eru að sína aga. Bíða eftir mynda, samvinskusamlega. Það mun enginn fá ultimate einu sinni áður en teamfightið klárast. Nú verða þeir bara að fá... Við rættum ekki einu sinni kompið á Selum. Þeir eru allt í einu Sigma komp. Tröll eru örugglega... Já. Ok, Tröll er í prímastöðu til að vinna þetta fight núna með 1 pick. Út kemur Rock. Pincer moveið á Andúriel. Pincer moveið. Það er risastórt. Það virðist vera að virka. Supports þurfa að hörfa á low groundina. Sindri er ákvæmlega low, en það var að halda honum lífi. Young Marco líka. Tröll eru með... Þeir eru búin að kvætta sig. Tröll ætla bara að taka þetta hérna. Eða hvað? Selir svara, Andúriel með pick. Ná kaos. Já, mér sýnist að Tröll ætla bara að vinna þetta. Já, það er bara einn og lífi á Selum að Snores. Já, hann lítur að falla. Sleppur hann? Ok, hann sleppur. Já, Greencatcher mættur til að bjarga honum. Eða hvað?
Nei, þeir hljóta að lifa hérna. Já, þeir bakka. Komnir í Fallen Jungle Queen. Ef við horfum aðeins á últinn hérna og ef ég væri tröll þá myndi ég nano Winston hinn alveg 1 og bingo. Ég myndi ekki býða til Blade. Nei. Sailor eru hins vegar með rally, þeir geta svarað með flail. Það er fullt sem þeir geta gert. Sailor eru close-up á Bob, það eru fullt af ult að koma hérna. Kannski eru tröll bara að býða eftir nanobladeinu. Jú, þeir eru agaðir. Tröllum liggur ekkert rosalega mikið á kannski. Nei, þeir gera það ekki. Út kemur nano og monkey. Hjúpstik! Bob kemur út. Hann stólar pointið. Nei! Og tröll C9. C9. Ekki þau C9. Strákar, af hverju meiðið þið mig svona? En ok. Kartið fór ekki mjög langt, en allan út fyrir punktinn, sem er gott. Tröll þurfa bara að halda punktinum. Já, nákvæmlega. Tröll eru með alveg augljóst win condition. Þeir þurfa bara ekki að hleypa Sailor eins langt og þeir komast sjálfir. Bara best væri að halda fyrsta punktinum. Það væri lang best fyrir tröll. Andúriel á Widow? Sjáum hvort hann heldur henni. Já, Sailor eru í spóninu. Ég held að það séu 0% líkur á að hann fari eitthvað annað en Tracer. Það er hættulegt að segja svona hluti. Það eru lága líkur, ekki 0% líkur, en lága líkur. Já, loknu undan storminum. Einmitt. Já, hann koma. Bara smáastir í okkur. Já, Sindri á Genji-unum. Munum eftir því á Gibraltar spiluðu þeir Genji, tröll þar að segja, og þeir unnu mappið. Ég efaðist það. Ég var efasendamaður, en það tókst hjá þeim. Það er gott flail hjá Chaos. Hver ætlar að gera eitthvað fyrst? Haffi! Huge píl frá Haffa! Þetta er ekki fyrsta sinnum Haffi spilar þetta mapp, ég get sagt þetta. Já, heyrðu, þetta var ekki einu sinni Haffi, þetta var Chaos flail. Fyrir geðu, ég er hérna gleisa ranga mannin. Hann er búinn að vera með rosalega góðar flails. Já. Chaos er búinn að vera með frábær flails og sumuleiðis Green Cashew. Búið að vera góður dagur fyrir Brick Players. Inn fyrir Franky, hann er low. Gríðarlega. Ó nei, Franky hlýtur að falla hérna, hann er anti-neitar. Hann einhvern veginn heldur sér á lífi. 60 sekundur eftir og Sailor þeim hefur ekki tekist að gera neitt. Sailor eru hálf örvæntingafullir fyrir pikkina. Franky er anti og sé pikk sitt hvora megin, risastór pikk. Sindri er lág. Ég veit ekki hvernig Sindri lifir hérna. Hann bakka bara, heldur sér á lífi. Herru, hvað kemst þér á mynda honum? Já, Haffi er lágur á point. Það eru allir einhvern veginn að halda sér á lífi. Það eru allir bara að spila hægaleikinn. 25 sekundur eftir. Inn kemur Nano og Andúriel. Mikið mundi. Hann bara rífur hann í sig þannig að... Mundi var ekki að búast við svona miklu damage. Nano boosted Trace. Hann hendur út frá spáminn, hann er ekki að stíka henni. En þetta var bara þetta Nano og Tracer. Já, pálspám út með maður fær hratt. Það mitt gríðarlega flott hjá Sailor að vinna þetta fight. Það þurfa tröll að vera fljótir að hópa sig saman. Ég myndi nú samt segja þetta sko. Nei, Young Marco er picked. Það gæti verið hræðilegt fyrir tröll. Það er ekki gott. Það er hörmulegt fyrir tröll. Þetta. Það er ekki stutt eftir. Þetta stefnir allt í það. Stefnir allt í það. Þetta sé bara klárast. Jú, tröll snerta. Þeir hafa eiginlega eilíf til að snerta þennan. Þetta er eilíf í overall-tíma. Já. Hérna kemur út nanobladeið. Ekki ef það fleili frá kring. Hérna hlýtur nanobladeið að koma út frá Sindra. Þeir eru að... Já, nei, Sindri er snabbt. Inn kemur Sindri með nanoblade. Nei! Nei, ég trúi þess ekki. Tröll vinna! C9!
Ég trúi. Hvernig gerðist þetta? Menn eru að tæpa í chatið. Það voru allir á lífi í báðum liðum. Gringarsu segir my bad. Tröll unnu, þannig að við erum að fara í síðasta map. En þetta... What? Þeir unnu? Tröll unnu, þetta var... What the hell? Þetta var... Er það ekki hans? Ég veit það ekki. Unnu ekki ábyggilega tröll. Getur einhver confirma, please? Jú, ef að Hitli hefði unnu, þá hefur allir sagt GG's í chat. Já, ég bara, þú veist, ég var bara í svo miklu sjokki að ég tók ekki eftir hvað kom upp þegar, þú veist. Ég tók eftir því. Tröll unnu. Já, Gringatsu segir NBA í chatið, my bad, hann tekur þetta á sig. Þetta er náttúrulega liðalegur, það er ekki hægt að kenna einum Nei. Ég trúi þess ekki. Sindri var með Nanoblade, það var alltaf að fara að gerast, það voru 0 picks. Það voru allir á lífi í báðum liðum og út kemur bara C9. Já. Var þetta kannski... Var þetta Primal eða? Nei, hafði það bara á dífu. Sko... Það var bara eins og þau hlupu allir bara í burt frá Nanobladeinu. Já, eiginlega, það er náttúrulega þarf ekki svo mikið til þess að fara af punktinn, þannig séð. Það fer bara örlítið, báðir, út af, ég meina, auðvitað er maður hrættu við Nanobladeið sem er hann að koma í andlitið á hann manni. Það þarf replay í hérna, slow motion. Það þarf að skoða þetta í smáatriðum, Já. skoða þetta í þaula, af því að þetta var svo hratt að gerast, bara allt í einu var C9-ið. Já. Þeir eru svo ótrúlega hraðir að velja maps þessi strákar. Já, þeir eru ákveðinir, sko. Antarctic næst. Eco Point heitir Valið af selum. Antarctic Peninsula. Já, Eco Point er hitt hana. Já, það er Deathmatch map. Já, en þetta er allavega æsi spennandi leikur. 2-2. Við erum að fara í úrslita map. Úrslita leik. Þetta er fram að mínum hinstu vonum, sko. Ég var svona, já, tröll taka örugglega 1 map í one, þú veist. Já. Þetta var í raun og veru bara galopinn leikur. Já. Því að, þú veist. Ég var samt. Tröll, þeir eru, þú veist, þeir eru rosalega svona skrappi, þú veist. Þeir eru rosalega skrappi. Já. Þeir hafa hundinn, þeir dog. Já. Þeir hafa hundinn innra með sér sem er til í að brjótast út og berjast þegar það skiptir máli. Já. Og staðan 2-2. 2-2. Já, eins og ég segi, ég var eiginlega, þú veist, selir, mér fannst einhvern veginn líklega að þeir myndu vera meira dominant í þessum leik, en þetta er bara frábært að fá 2-2. Já, þeir eru ákaflega sterkir, algjörlega. Og bara, þá þurfa bara tröll að bara, veist, rífa sig ennþá meira upp. Þeir þurfa að berjast. Sem þeir eru búin að gera því að þeir eru komin út stig. Við erum bara að fara að hoppa inn í leik og eins, ef þú sást kannski mappið áðan núna, það er trend í gangi. Það lið sem velur mappið, vinnur mappið. Fyrir utan náttúrulega fyrsta sem að engin velur. Já. En allir þekkja og allir hafa spilað. Þannig að ef þetta trend heldur áfram, selir voru að velja þetta mapp. Ef það heldur áfram þá vinna þeir mappið, en það meina að það getur allt gerst. Þetta eru bæði rosalega sterk lið. Staðan 2-2. Svakalegur hæfileiki bráðum megin, hæfileikaríkir leikmenn. Mikil ósköp. Hver er búinn að standa upp úr í þínum huga í dag? Ég myndi segja Andúriel. Já. Hann er bara... það er svo ótrúlega auðvelt samt að vera bæjast af DPS-leikmennum. Berserksgang. Já, það er alveg rétt. Það má ekki gleyma... Já, Franki náttúrulega búinn að vera... Kannski Snors hjá selum, búinn að vera mjög góður á support. Við förum inn í þetta. Selir eru á Ramatrakt, Juno Brick, Mei eru á Meiinni. Eins og vorum að segja áðan, Mei er gott counter á móti Jungle Queen, en líklega líka á móti Ram. Þeir eru báðir Ram? Bæði lið að spila Ram, greinilega er eitthvað Ram-metta á Antarctica sem ég vissi ekki af. Svakalegt anti-nade. Young Marco er að henda þessum nades út hægri vinstri, Kobe. Og tröll bara vaða yfir seli. Gjörsamlega að lappa yfir á. Young Marco. Hann er mættur. Young Marco er mættur til að leika sér. Já, hann er leiður á því að sé alltaf vera að stíga á hann, sko. Þannig að hann bara hendur í frábært anti-nade-ana sem að vinnur þetta fight. Nákvæmlega hann segir, selir, eru þið ekki að spila Winston? Ok, þá ætlum ég bara að fara og þið getið lítið gert á móti mér.
Jæja, selir hljóta nú að svara fyrir sig hérna. Innfara þeir. Það fyrir að standa á punkt. Það þarf einhver að kontesta punkt. TP inn á Anduriel, hann er low, hann neyðist til að bakka út. Tröll er á bakfætinum, tröll eru að bakka hérna. Mér... Ekki ennþá komið fyrsta pick, ekkert pick og selir taka punktinn. Bæði lið eru bara að halda sér á lífi og gera allt sem við geta til að deyja ekki. Stutt í Bob hérna. Stutt í fullt af últum. Og Gummi Coleman tekur Youngmark. Hérna últar Haffi örglega, Haffi últar. Youngmark er dáinn. Tröll eru með lítið healing. Já, Haffi bakkar réttilega. Og Juno út í gangi á selum. Einmitt, fullt af ult sína. Nú eru selur að fara 1 og 2 af. Gringat fyrir að djúka. The juking moves. Nei, hann fellur Hann er hérna. low, hann er svo lág. Hann fjallur. Mundi! Mundi er algjörlega mættur. En Mundi? ekki nóg. Pappa! Smá rýpur. Hvað er í gangi eiginlega? Þetta var mjög... Þetta var svo mikið fram og tilbaka. Þetta var bara mesta scrappy fight sem ég hef séð. Hundurinn innra með tröllum er sterkur í dag. Ykkar komið upp í 8-4-5. Já, tröll virðast ekki vera þaula æfðir eða skipulegasta lið í heimi en þeir eru kunna að slást. Þegar slagurinn verður dirty þá kunna þeir að slást. Það komið Queen. Tröll bara með yfirbyrði, þeir virðast bara að fara að taka fyrsta punktinn hérna. Gummi svarar með einu piki. Selur alltaf ekki að gefast upp. Þeir þurfa að... Þetta er bara piks hægri vinstri. Sindri að elda. Já, ok. Þetta er bara að Gringatjú hana niður. Og Gummi er ennþá á lífi. Hvað er í gangi eiginlega? Komið selir. Ok, selur bíða rólega, þeir eru þolinmóðir, bíða eftir liðinu sínu. Liðið tralla kemur líka hins vegar. Þetta er alveg að vera að breytast í 5-5. Franki low, Sindri fellur. Selur með einum fleiri, eins og er. Út kemur Bob. Ekki sína þinn. Tröll er að fara að taka þetta. Oh my god. Ég vissi það. Þannig kom tíbakið. Þetta er eina ástæðan fyrir að Haffi ekki að spila dífu til að tíbaka. Nei, hann stóð sér virkilega vel á ram og tröll voru svo þolinmóðir í lokin. Bara biðu og notuðu svo ramúlt til þess að klára fætið. Þetta var stórglæsilegt hjá þeim. Og nú eru selir allt í einu á afturfætinum. Má ég minna þig á það? Selir eru alltaf búin að vera mappi yfir. Það var 1-0 fyrir selum, svo var 1-1, svo var 2-1 fyrir selum, svo 2-2. Tröll að klóra í bakkan. Tröll er að klóra. Þeir berjast hart. Við erum komin niður á sub-level. Þetta Franki að spila Orissu. Áhugavert. Já. Og Widow. Já. Og tröll myndi á Widow. Hann ætlar að vera eitthvað sniður. Heyrðu, myndi hlýta að finna einhvern veginn að nei. Ég held. Það myndi hlýtur að falla, ok. Gummi heyrði í honum. Gummi svarar, Gummi segir nei gæti minn, nei. Bara hvernig dyrvistu? Hvernig dyrvistu að vera svona sneaky? Þú getur myndið að skipta það, Widow, eða hvað? Eitthvað spilning. Ok, selir bara að taka punktinn með Franki og Orissu á punktinum. Gummi er að hitta skotin sín. Mundi mættur! Tröll... Þeir eru bara... Tröll mættur bara í síðasta mappi, Tiebreakerinn og segja nei, herru, við ætlum að vinna. Við got this. Mundi tekur Gumma líka. Þótt að Tröll er að fá pikkinn, þá eru selir enda með punktinn og taka hann þarna. Ok. Franki fyrir inn. Er þetta ekki suicide mission? Nei, ok. Það heldur sér á lífi einhvern veginn með að...
Þeir nátt. Ha, tvö picks. Selur að klóra það tilbaka. Þessi leir eru svo svipað góð. Þessi leikur bara algjörlega á hnífsblaði, sko. Þetta svo jafn leikur. Já, Selur með... Hvernig últstaðan? Young Marco með nanoboost. Selur að nálgast 4 últ og Tröll sem leiðis að nálgast öll últin. Hér verða últnótið í þessu fæti. Ætla Mundi að finna pick. Hvar Mundi? Það stórspurningin. Það var svo low! Anduriel nær engum. Ok, hann lifir svona. Út kemur Nano og Reaper. Franki hlýtur að deyja hérna. Nei, heldur sér á lífi með gullinu. Það koma fleiri út. Fullt af últs í notkun. Hann var annað Já, tröll eru tröll með yfirhönduna. Hver með yfirhönduna? Mundi! Nei! Mundi mættur! Mundi. Selur eru samt ennþá með punktinn. Þarna tóku tröll punktinn. Haffi mættur á ball. Klassískt, Haffi tól ball. Sindri á Reaper. Tröll eru bara að segja F-it og fara eitthvað virkilega random. Kannski bara virkar það bara svona virkilega vel. Þetta bara bambúsula hitt liðið og það veit aldrei hvað í gangi. Já. Hann fann hérna Tracer. Nákvæmlega. Ég held að Tröll sé að spila Reaper til þess að countera eitthvað potential jungle queen pick en séðan Selur bara Borissi. Young Marco lár, hann heldur hann sér á lífið hérna. Chaos að halda hann á lífið, getur ekki gert það nógu vel. Nei, hann ekki. Þetta allt í lagi, Tröll hafa tíma. Mundi. Nei, Mundi, nei. Mundi hlýtur að döða hérna. Nei? Jú. Gummin á honum. Mundi getur ekki dodgað Anduriel or Gumma. Nei. Það of mikið að dodga báða, sko. Ok, nú þurfa Tröll að hreyfa sig hratt. Haffi snertir bara á bolnum, ekkert mál. Ætli Selur séu viðbúnir fyrir þetta Reaper út frá Sindra. Haffi snertir point á ball. Sindri þarf að elda eitthvað hérna. Anduriel svarar. Anduriel með fyrsta svar á móti Munda. Já, Anduriel mættur. Já, þetta að fara í úrslit á mappina. Já. Þeir náðu ekki að snerta. Síðasta rándið bara. Nú verður Kita ekki ánægð með mig, ég man ekki hvað síðasta punktið á Antarctic heitir. Eitthvað... Ég vona hún fyrir ekki okkur. Eitthvað research station eða eitthvað. Norðurljósin eru flott. Mjög svo. Þetta æsispennandi. 1-1. Þetta veltur allt á þessu síðasta hérna. Þessi leikur er búinn að vera langur og bæði liðin langar að vinna þennan leik. Þetta bara... Og núna fáum við að sjá það. Sindri heldur Reaper og Selur ennþá á rissu. Bæði lið þetta bara halda saman. Já, svona mjög svipuðum komps. Mundi ekki lengur á Viddo, hann er kominn á Tracer. Þessi Viddo var að gera aldrei gott. En kannski ekki að virka hérna. Oh my god, Gummi. Rísa stórt frá Gummi. Æjæjæ. Nú geta Selur... Já, Gummi. Hann bara hittir hausa. Já, nú geta Selur andað rólega sagt takk Gummi og... Já. Takk Gummi fyrir teamfightið. Já, þetta var rosalega ódýrt teamfight. Bara Gummi klikkaði á 2 hausa og það var búið. Já, gerðum aðeins meira en það. Flott hjá honum. Haffi fyrir inn. Fyrir í Nemesis form. Setja mikla pressu á punktin hérna. Já, bara heldur hann að damage Franki. Hann segi...
Ok. Spurning hvort liðið fara fyrsta pickið, það er... Frankie fellur, já. Það var svo erfitt fyrir Frankie að kontesta á punktinum allan tíman. Það bara var... Hann var einn af því. Glæsilegt slít þannig að Young Marco. Já, mjög flott. Þá ná Tröll aftur punktinum. Eða ekki aftur, í fyrsta sinna þessu randi hérna. Já, Tröll að fá nokkur ult sinna, 4 ult. Selir sömuleiðis að fá 4. Þeir fara þessa leiðið, vinstra megin. Risastórt anti. Frankie lifir samt í gegnum það. Hafið mættur inn í baklínuna. Supportarnir get ekki lifað af, nei. Hann er komin með ultið sitt og Sindri líka. Tröll alltaf að taka þennan punkt aftur, eða hvað? Ég náði 2. Á meðan Frankie heldur sér á lífi þá er þetta ekkert sjálfsagt. Nei. Jú, hann lítur að falla hérna Frankie. Já. En Selir voru hins vegar með punktin allan annan tíma, þannig að þessi lið eru bara að skiptast á að vinna teamfights. Þetta er hnífjafnt hérna. Bara veisla fyrir okkur. Já, algjörlega. Nálgast bara í sömu prósentu líka, 56% á móti 41. Svipuð ultstað hjá báðum liðum, kannski Selir með smá ult advantage. Fullt af ults kom út. Haffigull hleypur áfram, hann er svo aggressífur. Snorrs getur ekki díla við Haffa. En Selir svarar með 2 picks, 3 picks, Gummi er mættur. Og þeir ná að kappa punktinn. Haffi er samt í baklínni, hann er að reyna á Julo, hann nær Julo. En fellur svo. Hann gæti ekki unnið fætið á móti Frankie og Andúriel hana í lokin. Já. Þeir eru alltaf bara að halda okkur á ystinu. Nú ætla Selir eru með punktinn, defense advantage, þeir eru með fleiri ult. Nú þarf Tröll að finna hundinn, við vitum að þeir eru með hundinn innra með sér. Tröll þurfa að finna hann og draga hann út. Megi ekki vera pikt hérna, Tröll. Megi ekki vera pikt fyrst. Nei! Svakaleg gluggi maður. Ekki gefa Gumma glugga. Dómsi. Young Marco, Young Marco fellur! Þetta er effectively búið, það hlýtur að vera. Geta Selir klórað þetta tilbaka? Nei. Þar höfum við það. Selir komin í 90%. Tröll get ekki snert. Tröll get ekki snert, þetta er búið. Eða hvað? Kaos. Kaos alltaf reyna að snerta. Kaos. Kaos hlýtur að snerta þig, hann hlýtur að snerta. Hann snertir. Já, hann snertir og getur ekki ennþá búið. Mundi fellur, Haffigull, þeir verða snert aftur. Nei, C9, þetta er búið. Og Selir sigra leikinn. Vá. Selir. Vá, hvað þetta var góður leikur. Ótrúlegt. Ótrúlegur leikur. Já, þetta var virkilega góð grís hérna hjá Haffa. Haffi spilaði svo vel á Ramatra. Hann á algjörlega skilið hennar grís hérna. Vá. Ef að tala veislu leik, eða? Já. Þetta var stórkostlegu leikur. Þetta er 3-2 fyrir Selum. Selir styrkja stöðuna sína í öðru sætinu. Grátlegt fyrir Tröll samt. Þeir voru svo nálægt í að vinna þennan leik. Já, og það er bara smá. Nákvæmlega, bara örlítið. Já, hérna er. Þetta var algjör veisla fyrir okkur. Frábær leikur. Gríðarlega skemmtilegur, sko. Já, klálega. Og ég meina menn eins og Andúriel og Haffi og það spiluðu bara allir vel. Það verður rosalega erfitt að velja mann leiksins, finnst þér það ekki? Já. Guð. Já. Selir geta allavega verið rosalega ánægðir. Þeir eru búin að styrkja sína stöðu. Við erum búin að vinna 4 leiki í röð. Þannig að þeir eru klálega sigurstranglegir í þessari deild, í tölvulista deildinni. Þetta er fyrsti leikurinn sem að fer móterið þeirra fer í 2 möpp. Þannig að það hefur verið 1 allavega. Já. Og það er nefnilega ekki algengt að leikir fara í 3-2. Það er rosalega algengt að leikir fara bara 3-0 í þessari deild. Þannig að við vorum mjög heppin með þennan leik. Mikil veisla. Algjörlega.
spurning hvort við fáum viðtöl. Svo líka næsti leikur hjá okkur klukkan 20:25. Það eru engin viðtöl í dag. Nei, ekki allavega í þessum leik. En já, það smá töf á næsta því að þessi var það langur að það þarf að vera smá hlý á milli. Já, ég held ég fari ekki, vil ekki taka hans lag að velja mann leiksins hérna. Það bara, ég held það sé óþarfi. Þetta var bara... Eiginlega, sko. Bara... Þeir sem vita. Árið sumir sem voru mjög góðir. En, mjög flott hjá Selum. Virkilega flott hjá þeim, sko. Já. Allavega hana. Eigum við að... Já, við ætlum bara að taka smá pásu. Næsti leikur byrjar 20:25, Þór-Jötunn. Og bara, við erum bara að þakka aðeins Oat King Kia Arena tölvulistanum fyrir styrktaraðilega slottið hérna. Og við sjáumst bara að vörmur spori ekki fara langt. Wait, is he switching lanes?
Wait, is he switching lanes? I remember when I saw you at the end of that night.
notar út sitt, þetta er alltaf bara frábærlega að spila. Þetta er búið! Eru útlagar búin að grípa titilin hérna? Útlagar vinna! Þetta er alltaf að gerast. Og Tröll eru sigurvegarar fyrstu deildarinnar. Hann er lifandi. Kemur út á rock. Sýna þeim! Besti! Leikmenn áðan voru eitthvað að panika, við varum að tala mikið og viltum fara inn í leikinn og svona. Ég segi að við snúum þessu við, förum bara inn í leikinn. Velkomin aftur í tölvulistadeildina. Nýbúin að vera að horfa á mjög spennandi leik Sela og Trölla. Ég heiti Guðný Stefánía, öðru nafni Gutst. Og Ég heiti Óskar, in-game El Maestro. Og við Guðný, gaman að segja frá því, við erum gift. Við giftum okkur í Vegas. Já. En allan, við vorum að enda við að spila stórglæsina leik milli Sela og Trölla. En næst kemur Þór Jötun. Þór er á toppnum Já. í deildinni akkurat núna. Hann er búin að vinna sína leiki bara mjög svona samfærandi og á móti sterkum aðlum líka. Sterk lið. Algjörlega. Á meðan Jötun eru ekki búin að vinna alla sína leiki. Nei. Ég held Ekki að sé alveg. búin að tapa öllum leikjunum sínum. Eða ekki? Já. Þannig að þetta er pínlítið svona erfiður leikur á blaði fyrir Jötun allavega. Á síðasta tímabili endaði Jötun í næst síðasta sæti í deildinni. Rétt héldu sér í deildinni. Og Þór áður atgerar dutt út í undanúrslitum. Mjög óvænt á móti Selum. Þannig að Þór þeir eru þyrstir að sanna sig, eða ekki? Já, algjörlega. Og þeir eru búin að vera að spila saman bara frá upphafi. Upphafi hérna Overwatch-móta hérna á Íslandi og eru bara alltaf búin að vera í toppbaráttunni. Já. Þór, sem sagt, þeir eru búin að vera meira þekktir sem atgerar. En þeir eru ennþá með sömu leikmenn og þeir hafa verið með. Nú veit það er Þór. Þór er íþróttafélag á Akureyri, fyrir það sem veit ekki. Alvöru Akureyringar í þessu liði. Já, og klokkar. Og Held ég örugglega. Leiðist með að það er vitlaust. já, klálega. Og Þeir Jötun samt með mjög spennandi og skemmtilegt lið. Já. Við vonum að þeir geta staðið í hárinu á Þór eins og við mögulega geta. Þetta er svolítið sagan í dag held ég. Við erum að vonast þess að Jötun vinni kannski 1 map. En það er pínu harsh að segja það, en Við erum alls ekki bæjast hér. við erum ekki að búast við miklu frá þeim. Þannig að fyrsta map í dag Lijiang alveg eins og áðan og alveg eins og hjá öllum öðrum leikjum í þessari viku. Já. Lijiang fyrsta. Það eru Avi, Óklokkar og Krissi í liði Þórs. Þeir eru búin að vera í þessu liði mjög lengi, örugglega bara frá upphafi. Og síðan hafa komið inn Sasa, Númling og Fúþark. Gaman að segja frá því að Númling og Fúþark voru gamli böðlar. En nú eru þeir komin í liði Þórs. Og í liði Jötuns, Rúfaló, Rúnsi, Fes, Venusat, Bessi, Freddy og Pesaf. Þeir eru bara hópur af mönnum í Jötun, sko. En þeir eru ekki allir með okkur í dag. Þeir Já, eru 2 á einmitt. bekknum. Og lið, gaman að segja frá því, lið Jötuns eru hérna í Arena, þar sem við erum núna. Arena, styrktaraðili þessa streams. Þeir eru veldu að spila sem leik hérna í Arena, þannig að vonandi eftir leik fáum við þá í viðtal og Já. þeir segja okkur aðeins frá liðinu Spjalla aðeins sínu við þá. og hvernig gekk. En leikmenn Þórs eru ekki hérna í dag, því miður. Nei, og þeir eru ekki allir hérna fyrir sunnan heldur. Þannig að það er kannski ekki nema von. Já, alveg skiljanlegt. Og ekki allar á landinu, eða það nokkuð? Nei, er ekki Fúþark í Ameríku? Já, Fúþark er í háskóla í Bandaríkjunum. Síðastur í vissi allan. Og en Jötunstrákanir eru mættir í hús, ætla að sína lit, ætla að gera sitt besta að reyna að vinna öflugt lið Þórs. Það verður rosalega erfitt verkefni í dag fyrir þá. Æja, Sannarlega. liðin eru tilbúin.
Já, næstu í tilbúin og við erum, Alveg að fara þetta inn. já, En Jötun er svona frekar nýtt lið, svona nýlegt, en þetta eru svona gamli leikmenn, þeir hafa flestir verið eitthvað að keppa. En núna bara síðasta tímabil að þá kom þetta lið saman svona eins og er í þeirri mynd í dag. Já. Gaman að því. þannig að þá ætlum við að detta inn í fyrsta mappu okkar, Lijiang Control Center by day, day-útgáðan, Við or stáum ekki Control Center á hann, þannig að þú kíkjum þarf á gættur að þetta. spila Lifeweaver, það er ákveðlega líklegt. Þú já, bara fúþarka með okkur í dag. Finna er að Krissi hefur hins vegar valið Junkrat, þannig að það er ekkit, hann er meira sem búinn að stilla upp concussion-mæninu sínu á hurðinni. Ég held að við séum að fara að sjá Junkrat hérna. Svakalegt rólað hjá honum, tilbúið bara. Já, hann er Já. tilbúinn. Jötun hins vegar á Rhine-kombinu, Pesalf og Bap, Rúfala og Lucio, Runsi og Reinhardt, Bessi og Cassidy og Fes og Symmetra. Það er hérna teleporta út og fyrir skipti bara yfir á Tracer. Já, útrúlla Þór á þessu svakalega kompi. Krissi ætlar að leika sér á Junkratnum, mér lístu vel á það. Hann er mjög hættulegur, sama hvað héti hann er á. Já, er ekki spurning eitthvað hvað Þór mín getur pick. gert. Úf. Óklokkur ekki á dífunni sinni í dag, hann er búinn að spila mjög mikið dífu. Já, og Rissunni. Daldið Já, óvenjulegt pick. þannig séð, já. Rúms er einn. Ekki, Ekki ennþá neitt pick komið, þetta er vel gert hjá Jötun að halda sér á lífi. Þessi er á Cassidy. Þeir eru greinilega að passa sér mjög vel á Junkratnum. Það er ekki low. Næst í því tekinn þannig. Jötun, Rúnsi er að koma hérna að hjálpa Karínu sinni, en Bessi... Óklokar er í bakinu, Óklokar fellur, Bessi fellur líka. Oh Huge my shatter! god! Risastórt frá Rúnsi og Rúnsi hreinsar upp. Við vorum að segja að Rúnsi er að svara fyrir Jötun. Rúnsi, maður... Þeir vita alveg að Þór eru betri en þeir ætla ekki að leggjast upp og gefast upp. Nei. Jötun ætla að berjast hérna Til síðasta blóðdropa. algjörlega. Jötun vita að þeir þurfa að finna eitthvað. Nú er það Jötun sem þurfa að Finna hundin. finna hundinn en Þór eru mættir. Geta Jötun... Kemur Svara þessu. einhver vekkur út til... Ég var til í að sjá Vindó hérna á Pesal, það verður huge. Út kemur ulti og Óklókum. Og fyrst, næ. Rúnsi er low, huge immortality field. Út kemur Vindó. Getur hann gert eitthvað með Vindó? Fúþark er isolated, hann er einn. Hann sleppur samt með líf sitt. Ok, Þór taka mér þessa punktinn. Wow. Óklokar mjög lóð hérna. Sasa er að elta Pesal. Á leiðinni. Það er alltaf gerast hérna, Rúnsi með pick. Junkrat, já, bara Rúnsi tók það. Og Jötun, ándjóks, Jötun eru mættir til að spila. Þeir eru mætt. Ég þarf að ég er að skynja eitthvað kæruleysi hérna frá Þór. Þeir eru mættir inn á leik, alveg bara, já, hörru, við vinnum þetta bara á móti Jötun. Jötun eru með 0 wins og eitthvað svona. Já, Ég held, passa okkur að tala ekki of snemma, sko. já, En þetta er... það er eitthvað vannmátinn í gangi. Það er kannski eitthvað first map, eitthvað. Já, 48%, 52% komin í vil Jötuns. Algjörlega Jötun eru yfir eins og er. Þór hins vegar með Meiult sem er alveg risastórt. Hérna kemur það. þeir leggja hann. Já, Já. Rúnsi lifir ekki, það er ekki séns. Nei, hann hvað. Þór, vonum, ætlar Jötun að snerta punktiruna. Fes og Tracer snertir. Nær Fúþark, risastórt. En þeir hann get fellur. ekki. Þetta er valinn. Já. En Þetta- já, Skiptir líklega litlu máli þetta pikka því að Fúþark kemur inn hratt. Jötun ætlar samt að reyna að nýta sér þetta og fara áfram. Rúnsi er að fara að leita að risa setteri hérna. hann er veggjaður Já, og rísa nanót. það er engin pikk kominn, Pesal fellur á endanum. Óklokar er low, hann er að vera healed aftur, Krissi er low. Númling er picked með absolutt huge pálsbom. Ætlaði að reyna að vinna þetta án shatter. Þeir þurfa að þetta shatter hérna. Jötun þarf að segja. Þetta er rough fyrir Jötun, já. Æ.
Ok, það þurfum við að... Ekki alveg nóg gott að nota shattir þannig að... Nei, Þór eru mættir til að spila. Þeir eru byrjaðar að svara hérna. Já. Með nokkur ult líka. Þór eru með næstu að fá Lucio beat. Það er rosalega mikilvægt ult. Sömuleiðis með bæði DPS ult bara en Þór. Þess þarf að gera eitthvað hérna. Já, hann þarf að leita núna. Já, hann getur ekki leita nógu vel á hann. Út kemur Mei ult. Risastórt Mei ult. Þetta er búið. Ég vissi að það þurfti að bara taka Rúnsa úr þessu reikningsdæmi hérna. Já, þetta var svo sem það sem við byggumst við að sjá Þór vinna fyrstu umfyrirna en vá hvað Jötun stóðu sér vel. Það bara áttu andinn. Jötun, þeir eru algjörlega mættir til að berjast sko. Það er bara... Þeir ætla ekki að gefast upp áður en það byrjar. Nei. Spurning... Zarya piki frá Rúnsa. Það er spicy. Ég er mjög spenntur að sjá það. Spurning hvort að Jötun halda þessari sim og TP á point. Já, kannski. Það væri mjög gaman að sjá það. Þeir haldinni. Þeir ætla TP á point. Ok, sjáum hvernig Þór svarar þessu. Okay. Þór munu leita á Walls á Rúnsa. Á Zaryunni og Rúnsa! Risastórt pick. Ég dyrka þetta Zaryu pick. Það er geggjað. Já, Rúnsa er mest búinn að spila Rein. En já, hann er hættulegur. Vel gert að TP taka hana. Jötun þeir vilja ekki vera á vákafirina, þeir eru ekki að gera það, þeir eru bara rólegir. Kristi rétt og lifir. Ok, Þór ætla að regrúpa hérna á main hliðinu, sýnist mér. Það fara inn. Varstu við þessari sim TP. Það fyrst rosalega low. Góði loppið hana hjá hann. Já, inn fara Þór. Já, inn fara Þór að finna öll pikkin. Já, allan fyrir 2 pikk sófar. Rúnsi er high charge. Rúnsi er ekki hættur, hann er high charge. Hann ætlar ekki að gefast upp. Rúnsi með 2 pikk. Þeir verða að brjóta vegginn. Oh my god, þeir geta ekki dílað við Zaryun hans Rúnsa. Þetta var rosa vel spilalega hjá supportunum hjá Jötun. Þeir heldu hvort hann var lífið þannig. Þór eru byrjaðar að skipta hetjur. Það er eins og þeir veit ekki alveg. Þeir eru svona pínu sjokkeraðir yfir þessu, sýnist mér. Sasa komin á Tracer. Sasa að leita að einhverju hérna. Huge graf frá Rúnsa. Hvað getur hann gert við? Glókar svarar með 2 picks. Hann er nanótt líka. Mér sýnist Þór virðist vera að fara að taka þetta fight hérna. Rúnsa getur ekki 1v3. Það er of mikið. Já, Rúnsi hlýtur að falla hérna á endanum. Jæja. Virkilega vel spilað það. Nákvæmlega, Þór gefast ekki heldur upp. Það er ekki þeirra stíl. Sasa með eitthvað hérna skemmtilegt rollout. Smá spray action. Já, þetta er flott spray. Komin á Genji, komnir yfir á Reinhardt. Rúnsi í Jötun. Já. Spurning hvort Vissi getur gert eitthvað á Genji-inu mínu. Jötun eru með 3 góð ult. Þeir bara teleporta point. Oh my god, þeir áttu bara pistol. Já. Chris er að leika sér. Já. Jötun samt tóku punktinu og hann held áfram að tikka. Hann komin upp í 82%. Þannig að þetta var rosalega mikilvægt hjá Jötun að ná punktinum. Það er alveg... skiptir mjög miklu máli. Hérna er Þór allavega með að fá ramúlt og er með Tracer Pulse Bomb. Já. Fake TP. Út kemur Simwall, eitt af bestu útgjörnum í leiknum. Og Glókar. Ram getur bara lamið í gegnum hennar Simwall í Nemesis form. Nú er Þór bara að chilla. Þeir eru bara að segja já, 4-5. Já, endilega, takkið fætið. Og góð tímasetning Þór að fara inn. En Glókar fellur með ult.
Ó, Það er ekki nóg. já, restin af liðið Þórs hreinsar þetta bara upp. Sasa! Sasa! Þessir... Sasa lifir einhvern veginn, hann var með 2 health! Þetta hefði verið mjög mikilvægt fyrir Jötun. Hann náði þess ekki því miður. Jötun fara bara að beita punkt. Já, þess að pressa punktinn. Það er ágætið straff. Þeir gerðu það síðast, þeir flittuðu punktinum. Gáum hvort það virkar aftur. Útskipir Blade! Nano Blade! Náðu fyrst. Nei, rúmstu hennar lög. Já. Já, risastórt, risablade hjá Krista. Jæja. Þetta verður play of the game, öllum líkindum. Kristi, Ég trúi ekki öðru, sko. þetta var rosalega flott hjá honum. Já, Þór taka fyrsta mappið eins og við svona nokkuð einn bjögum stuðið. Virkaði mjög vel hjá Þór að skipta Krista yfir á Genji. Það var mjög vel hefnað. Það er Rúnsi. Play of the game. Ha. Rúnsi. Já, hann var náttúrulega alveg bara svaðal akkurat þannig, já. Já. Þetta var grís leiksins. Mjög flott. Þetta var rosalega góð leið til að byrja leikinn. Sjá hann ná þessu sjatteri. Play of the game. En leikurinn endaði ekki svo vel fyrir Jötun, því miður byrjuðu vel. Nei, þetta voru góða prósentutölur. Já. Þeir voru ekki langt frá því að geta náð svona einu ráti allavega. Klárlega. En Þór bara tóku þetta. Já, það var allavega ekki 100-0 í bæði skiptin. Það er mjög jákvætt. Eins og í leiknum okkar áðan. Já. Þá var það þannig á fyrsta á Lijiang. En já. Einmitt. En það var spurning hvað Jötun velja. Hvað heldur að þið velja? Gæti trúið eitthvað svona klassist eins og Kings Row, sko. Með þessi ræn. Já, nákvæmlega. Svona... Jötun virðast vilja að spila Rush Comps. Já, einmitt. Já, einmitt. Ég held að... Vá, ég ætlaði einmitt að fara að segja að ég held líka að það færi Kings Row. Við erum algjörlega sammála og þeir líka. Já. Kannski áhugjefnið að svona auðvitað að lesa Jötun. Eða kannski erum við bara svona sniðu. Já, við erum með insight upplýsingarnar. Strákanir eru hérna í byggingunni, þeir sögðu okkur þetta, nei. En já, förum Kings Row. Þá fáum við... Það er svo erfitt að segja til hvað Þór spilar á móti. En... Geta farið... Meira RAM. Þeir virðast vera mikið hrifnir að því að spila RAM. Og Rissu líka. Já. Kemur ljós. Já, en þeir hafa að spila mjög mikið dífu, þannig að ég er að búast við því að sjá hana einhvern tímann í kvöld. Chris á Genji-inu. Já. Ég var ekki að sjá meira á því. Alltaf gaman að sjá það, sko. Minna skemmtilegt að vera fyrir barðin á honum, en en mjög gaman að horfa. Þannig að... Já, einmitt sem betur þurfum við ekki að lenda í barðin á honum. Hann er í 12 listadeildinni. Já. Og já, Jötun halda líklega að spara fram að spila Ryan Sari og með Lucio Rush. Akkurat. Og þá förum við inn í mappið, já. Þór byrja á offense. Já, ok. Sýnist mér, eða ekki? Velja það ekki? Jú, þeir hafa valið attack. Byrja að velja... Sækja. Já, byrja að sækja. Þeim grunlega langar að drífa sig að klára mappið. Eða því drífa sig að íta alla leið í gegn. Ok. Já. Já, sjáðu Jötun. Þeir eru á Ryan eins og við heldum mögulega. Já. Þeir komið með Sojourn í staðan fyrir Cast. Ok. Svo erfitt að spila Reinhardt á móti svona góðu liði eins og Þór. Þessi ég ekki að reyða sig mikið á það. Ryan-shattir er mjög gott, sérstaklega á móti. Hún sér að hita sig upp hérna í smá í mót. Það er þess að flexa. Flexin á honum. Op. Kristi Árvitó. Hann hittir engan. Já, þeir eru í jós.
Jæja, hann bara farin aftur á Genji. Einmitt, Þór eru bara mjög hraðir að fara á punktinn, Óklokkar mættir á punkt og byrjar að refsa Rúnsa og nær honum. Oh my god. Þetta var aðeins of auðvelt fyrir Þór. Hnefar. Já, það er svo sárt. Ramatrak getur bara lamið í gegnum skjöldinans Ræn í Nemesis form. Og það er ekkert sem Ræn getur gert til að stoppa hann. Þeirra svar við Ræn. Nákvæmlega. Ég vona að Jötunn fari bara beint yfir á Sarju, en það er svo sem bara ég. Já. Óklokkar anti-nate. Pesa náði Krissa. Pesa náði Krissa, já. Gefur þeim góðan sjansina til þess að Greinilega ekki alveg að passa sig nógu vel, Þórsmenn, að vera ekki picked. Vita við unnið hann uppi og... Húþar, já. Ana er í góðu positioni, en Jötunn veit á hann. Ana er í gríðarlega góðri staðsendingu, Óklokkar fyrir hann nær. Finnur ekki Krissi. Já. Krissi. Hætt Krissi. Krissi. Af hverju er þetta svona góður í þessum leik? Ég sver sko, þetta Gen Z dæmi sko. Þetta er ekki alveg í lagi. Já, er hann af þeirri kynsluð? Já, hann er ekki... Hann er ungur. Hann er ekki gamall maður, það sést. Hann er ekki yfir 22 allavega. Já, það er reyndar mjög erfitt að segja til það. Kannski hefur rangt fyrir okkur. Ég veit, kannski Krissi bara 30 maður. Heyrðu, hvað er að gerast hérna? Óklokkar var tjarst á Rúnsa. Já. Hérna er að koma inn svakalegt ramatrót. Það er alveg þenni. Þór eru mjög agaðir með ults, þeir eru að fá 5 ults. Jötunn sömuleiðis er að fá 5 ults, þetta verður mikið ults notið hérna. Það byrja á Juno. Útkoman okkur út. Shatter nær 2-3! En enginn klárar Shatterinn að þessu Rúsa. Nei, þegar Óklokkar að halda yfir gíslingu þannig á punktinum. Já. Þannig kemur annað Juno. Byrju, þetta er bara pix hægri vinstri. Óklokkar hlýtur að klára það hérna, já. Já. Og Krissi, einmitt. Krissi og Óklokkar klára með fútark á unnunni. Þeim við hlýð. Einmitt vonandi Jötunn eru hérna með Nano Boost og allir komið við Nano Soldier 0. Það var alveg gott. Það er ekki, ég stundum er að gert. Ég var til að segja hann. Já. Hinum er Þór hins vegar með Nano Blade. Heldur að það kom út núna? Mjög líklega. Hvort það sem kemur fyrst er örugglega liðið sem vinnur fætið. Ég held að það verður Nano Bladeið. Og sjá það. Hérna kemur það! Og Nano er besta! Nei, bestið þig. Nei. Ég ætlaði að segja að hann hefði dottið niður í smá stundan og ég alveg bara, hvar er hann? Nei, gerur ekki svo lausir. Nei, út kemur Mei ult. Jötunn geta ekkert gert á móti þessu, þeir eru fastir. Ok. Það er gísla að taka. Nei, þetta er búið. Bessi getur ekki snert, það getur ekki snert. Úff. Já, ég held að þetta var plan Þórs frá byrjun. Byrja á attack, klára bara mappið með 4 mínútur eftir og segja svo við Jötunn ykkar spil. Það var nokkuð gott sko. Ykkar leikur. Það var svona nokkuð þægilegt í vörninni. Þurfum ekki að hafa miklar áhyggjur. Við verðum samt að treysta okkar með Jötunn. Vona að þeir geti snúið þessu við. Þetta eru gæða drengir hann inni. En þetta er nokkuð klassískt að einhvern veginn. Við töluðum áðan fengum við alveg geggjaðan 3-2 leik og núna erum við líklegast að fara að fá þennan típiska 3-0 leik. En vonum ekki. Óklokkar á MN. Já, einmitt, ok, þeir eru konur á Wrecking Ball. Þeir eru konur á Zenyatta, Junkrat og Ball, ok. Ég held að Þór eru að skemmta sér aðeins svo mikið, þeir eru greinilega... Já, þeir langar að pröfa eitthvað svona, eitthvað óvenjulegt. Já, þeir eru eitthvað byrjaðar að leika sér aðeins hérna. Smá dóna. Sjáum hvort að Bessi nær hérna pick í byrjun. Já. Þeir eru reyndar allra fjölsinn nema Fútark er hann aðeins að gæjast á senn.
Einmitt. Nú hann fer og svissa strax. er best fyrir Jötun að leyfa Þór ekki að komast upp með þetta að spila svona óvenjulegar hetjur og reyna að reyna að svara sér, reyna að refsa. Nei, herðu, Bessi skipti ekki. Og Óklagar var bara svona að fela sig að bíða eftir góðu pældræf. Já, þetta var ansi gott strand. Valda usla hérna. Ég hefði viljað sjá þetta headshot. Það hefði verið geggjað. Mér sýnist Bessi vera að fara að skipta, eða hvað? Nei, hann heldur, veit þú. Já, ég held að hann hefði skiptið, hann droppaði niður, en hann var bara aðeins að svona... Aðeins að færa laga sig, já. Já. Aðeins að fara eitthvað annað. Herru, Rúnsi kominn á Orish. Huge pick! Já, áfram Jötun. Vel gert. Nú þurfa Jötun að byggja á þessu picki. Þeir eru búin að byggja grunninn. Nú þurfa þeir að byrja að byggja húsið. Já, Óklagar er samt að valda alveg svaðalegum uslaði. Hann er bara, það er bara kaos. Kaos sem hann kemur með hérna á Wrecking Ball. Þeir þurfa að höndla... annað pikk á Núma, það er risastórt. Kristinn hafði besta... Ok, þetta eru pikks hægri vinstri hérna, þeir eru alveg að treyta. Alveg bara að treyta? Já. Ok, þetta gengur ágætlega hjá Jötun. Sasa er komin á Vidó, hann ætlar að taka slaginn. Óklagar ætlar að reyna að snerta hérna. Þeir ætla að gefa 2 tigs og Óklagar snertir svo. Þú þarf að gera á risastóru flaggjar og taka hægrandið á senn. Spurning hvort Þór séu reddi fyrir þetta flaggja. Nei, þeir eru ekki reddi. Óklagar low. Lifir. Ég veit ekki hvort það náði Júnúrtinu. Nei. Þeir náðu. Þór eru að klötsa hérna. Eða hvað? Já, huge ult. Rúnsi verður að ná Núma hérna, hann ætti að geta það. Yes! Bara, yes! Flott hjá Jötun, Við viljum sjá meira. Já, ég vil sjá Jötun berjast fyrir þessu. Fyrr. Ég vil að Þór þurfi aðeins að berjast fyrir þessu, sko. Það á ekki að vera... Þótt þið séu á toppnum, þá þýðir ekki að þið séu endalaust á toppnum. Já, það eru allir í þessu til þess að vinna. Algjörlega og Jötun er örugglega að læra helling af þessum leik svo sem það er mjög verðmætt reynsla að spila á móti sterkari andstæðing. Sasa var ekki lengi á Vidó, hann er aftur komin á gamla góða treysinu sinn. Já. Við erum að fá þar upplýsingar að Kristi er 20 ára, hann er zoomer. Já, ég sagði að hann væri ekki eldri en 22. Oh my god, Bessi! Jesus! Já, Sasa var ekki hérna. Rísa headshot frá Bessa. Vel gert. Já, Óklagar í bakinn á honum, það er ekki alveg nóg æskilegt. Glæsilegt spjót. Stórkostlegt spjót. Við erum með, er þetta bæði Númling og Fúðargarna fyrir aftan? Þetta er svaðalegt skinn sem Númi er með á önnu. Já, herru, hann er komin, þetta er nýja Mythic skinnið fyrir byssuna, sko. Já, ok. Já. Herru, Kristi er bara lengst áfram. Hann þarf að, aðeins að... Númi er svo low! Hvernig náðu þér honum ekki? Festir í vanda. Ok, hann lifir þetta. Kristi verður að deyja. Nei, Kristi! Svo low. Já, Þór enda á toppnum með skipulaðara spil hana. Ja, þetta var skemmtilegt fight, spurning. Í næsta bardaga verða Jötun með 4 ult og Þór með 2,5 næstu blade. Þannig að Jötun eiginlega ágætis sjans á að vinna næsta fight með þessum ults hérna. Óklagar aftur komin hérna. Hann er á funny flanki. Eins og eitthvað svona rollout. Risastórt slam. En Sasa fellur. Ok, Bessi fellur hinn með. Þetta er gríðarlega erfitt fyrir Jötun. Útkýmur Nano og Rúsa og Óklagar fellur. Þeir eru að elda Fúðark á Sem. Sem verður að deyja hérna. Já, Sem þeir. Nei. Það er bara þann. Fúðark. Ég veit, þetta er eitthvað sem þið er skemmtilegt að gera en er þetta í lagi?
Þór eru ekki að sína mikla virðingu hérna, þeir eru bara halda sér á lífi með Sen ult og við verðum til í að sjá flott ult sena frá Jötun og út kemur Blade. Herðu, hann er ekki Kristinn er ekki miklu með því, hann er ekki nanót, enginn deyr en hann heldur sér á lífi. Fúðark finnur BS og Bessi finnur Fúðark, þeir treyta. Og Bessi finnur annan. Hann finnur Sasa. Jötun er að gera góða hluti, koma svo haldið áfram Jötun. Þetta eru bara... Það er minn en mínúti eftir. Þór eru að spila stórkostlegan leik, þeir eru svo agaðir hérna. Mikið pistol fjall fyrir þessu. Óklokar er lár, hann fellur. Jötun geta gert þetta hérna. Við þurfum að sjá stórt og Rissa ult, þetta er stórt. Það eru picks báðum megin og Rissa er hins vegar á lífi. Þurfa bara á Krissa, Krissi er eini eftir. Rúns er einn eftir. Rúns er eini eftir. Oh my god, Rúns er bara... Vá. Vá. Talandi fín bil, þetta var hárfínt. Ég bara held niður í mig andanum. Ég líka. Við stóðum á öndinni, það munaði ef Rúnsi var eini eftir af 10 leikmönnum. Fjallu allir nema Rúnsi. Óklokar komin yfir á dífuna sína. Já, Þór er ennþá eins og er á Sen önu. Sem við höfum lítið sem ekkert séð Sen spilaðan. Hins vegar er þetta mögulega bara rétt pikk frá Fúðark og Þór að fara Sen á því að Jötun er ekki að spila Tracer og það er allir að spila Tracer. Það er ástæðan fyrir að menn er ekki mikið að spila Sen. Akkurat. Og Jötun er ekki að spila Divecomp og þá meikar alveg sens að fara Sen á móti því. Svakalega anti-nade. Það er ekki mikil tíma eftir fyrir Jötun. Nei. Þór eru bara næstu með nanobleitið hérna. Jötun er að bíða ómikið, ég held að nanobleitið kemur inn áður en Þór tekst að gera eitthvað. Þennan kemur það. Já, þannig að gáða það. Já, þetta er búið. Þeir þurfu ekki. Einmitt. Þetta var nóg. Þór notuðu bara nanoblade, Jötun notuðu ekki neitt. Þannig að núna fyrir síðasta fætið, þetta var allavega jákvætt að Jötun náðu út nanobladeinu hjá Þór. Sasa getur pikkað hérna eitthvað með pulsbomb. Það væri stórhættulegt. Og stoppað þetta sínasta push hjá Jötun. Já. Og það kom anti-nade frá Númling. Já. Þór fóru bara inn ótrúlega snemma og neituðu Jötun öll tækifæri að gera eitthvað. Já, þeir voru ennþá með Frans. Já, þetta var örvæntingafullt hjá Rúnsa, hann reyndi sitt besta. En Þór tekur Kings Row, staðan orðin 2-0 í þessari viðureign. Hver ætli fáið grísleiksins? Já, Rúnski. Hann átti að skilja, þetta var einstaklega vel spilað hjá honum. Þannig... Rúnsi er bara að safna grísa viðurkenningum. En því miður teljast þær móða lítið, það er bara svo sem vinnur mappið. Algjörlega. Staðan orðin 2-0, þetta lítur illa út fyrir Jötun. Búin að standa sig vel samt. Já. Þetta var bara... Já. Það er alveg skiljanlegt að þetta sé erfiðleikur, þar sem að Þór eru gríðarlega sterkir. Örugglega með 2-3 bestu liðunum í deildinni. Algjörlega. Alveg óhætt að segja það. Og þeir eru að sýna það. Já, miklar yfirburðir. Og þeir eru búin að vinna sína leiki. Trón á topnum. Þannig að, já. Virðast ætla sér að halda sætunum sín á topnum. Bara sitja sem fastast þar. Ætla ekki að gefa það upp. Ætla ekki að gera mistök. Nei. Þetta er svo sem bara mjög klassískt. En það var spurning hvað Jötun velja næst. Þeir voru að velja Kings Row. Þeir mega ekki velja hybrid map. Nei. Þeir mega velja escort, clash eða push. Akkurat. Og flashpoint sem engin velur af því að það er drasl game mode. Sumir velja það, en ég veit ekki af hverju. Já, sumir velja Rúna Sabi reglulega, það er ekki
Það er ekki gott move. En, já, ég var að giska hvað ég velja. Ég held að velja ekki clash, ekki push. Þeir hljóta að velja eitthvað escort. Eitthvað sem er gott fyrir þeirra stíl og rush. Rialto Nei, kannski? það segði að það var að komið. Ég bara, ekki strax. Ég var einmitt að hugsa Rialto, en ég held ekki efast það. Velja ekki Dorado. Nei. Ég velja ekki Junkertown, ekki Havana, ekki Circuit, kannski Circuit. Ó! Þú þurfti bara að taka nokkur svona. Circuit Royal. En þá heldum árum að giska á það sem þið velja. Vist vel á þetta. Já, Þór ætlar að fá substitute, hvað er það Guðni? Já, það er að, hvað er substitute? Nei, Þór ætlar að subba einhverjum inn. Já. Afi kemur inn fyrir Óklokar. Hann er með skipt inn af bekknum. Afi inn fyrir Ókloka, áhugavert. Þannig að Afi hefur verið að spila meira support, DPS. Þannig já, við erum alltaf með á blaði að Óklokar er eini tankspílarinn þeirra. Þeir eru eitthvað... Kannski fyrir Krissi á tank. Þeir eru að gera eitthvað funny. Já, þeir eru alltaf að setja Krissa eða Afi á tank, býst ég við. Þeir ætla að gera eitthvað fyndið hérna. Kannski er bara múin að æfa, kannski er Afi Sigma spílarinn þeirra. En það mikið samt ekkert sens að því Óklokar spila rosalega mikið Sigma og er góður á Sigma. Akkurat. Kemur ljós. En ég er að giska kannski Krissi fari tank. Því að Krissi spilar allt. Já, ég held að ætli Afi sé komin inn til að spila Doomfist. Ok. Ég er bara að giska núna. En ég held að það sé, þú veist, að því að Óklokar spilar Ball, Dífu og alla dive-tanka nema kannski er Afi eitthvað Doomfist specialisti. Kannski. Það veit ekki, sjá hvað gerist. Þetta er ráðgáta. Fáum að sjá eftir smá stund bara. Já, þetta er mappickið hjá Jötunni, skulum ekki gleyma því. Þannig að vonandi geta þér sýnt það sem þið geta. Vonandi eru Jötunni búin að æfa þetta mapp mikið og geta sýnt einhverja takta. Eins og er alltaf erfitt að gera það á móti liðum eins og Þór. Já, Þór fór á móti böðlum á þessu mappi. Og þeir heldum bara á fyrsta punkt. Þór. Þór heldur böðlum? Já, bara hérna á dýrunum, meira og minna. Já, ok. Þannig að það getur verið svolítið hættulegt að velja þetta mapp, sko, á móti þeim, en sjáum bara hvað Jötunni ætlar að gera hérna. Afi virðist alltaf að spila Winston. Ef hann skipti á loka sekundinni. Nei, gera það. Við fáum kannski smá hérna, heyrðu, Sasa er komin á... Bessi! Vel, góði Bessi. Bessi, bara, já. Oh my, já. Oh my. Það er skemmtileg stefn hjá Þór. Oh my god, Bessi, hann ætlar ekki að... Þór, þeir þurfa að endurhugsa eitthvað strattið ykkar. Bessi sér við ykkur. Hann er bara yfir þakið? Nei, held nú ekki. Já. Hún sé á Sigma. Jötunsmenn á þessum klassika Sigma á Circuit. Hann sé lór, hún sé svo lór, hún lítur að deyja hérna. Já, hann er hvað. Það er svo erfitt samt að átta sig á í hvort að þetta sé eitthvað stratt sem þeir eru með á Circuit eða ekki, sko. Af því að það gæti bara verið að þeir séu að bara gera eitthvað, sko. Út af því að þetta er ekki beint erfiður leikur fyrir þá. En ég meina... Já, Pessar. Fikkaði Sasa. Jötun eru klálega mættir til að spila. Já. Og Þór sem er leiðis. Ok, bakka flestir af þeim bara til þess að halda fram að lifa. Getur Krissi lifað? Ó, þeir beituð fest inn harkalega þannig. Lokkuð hann inn. Já, þetta var ekki alveg... Opp. Jó, inn kemur Afi. Ó, Afi gjörsamlega bráðnar. Þór eru alls ekki að gefast upp. Þeir eru að fæta hérna. Ó!
Pistol nær fúþark. Hesal. Þetta er alls ekki búið. Kristi hlýtur að falla. Kristi fellur. Úff, þetta var Jæja. mjög svona fram og tilbaka. Algjörlega, Jötun ætla alls ekki að gefast upp hérna. Þeir ætla að gera allt sem þeir geta til þess að vinna þetta. Ef þeir ná að stoppa Þór að kappa ekki alla leið, þá held ég þeir í góðum sér, sko. Það er þessi Winston hérna. Inn kemur Avi á Winston. Hann er discordið samt, þannig að þeir ná aðeins að gera skaða við hann. Hún er líka komin með... Fullt af últum hjá Jötun, sér þetta? Já, við erum komin með window hérna. Væri til í að sjá Gravity Fluxina, það væri stórkostlegt. Ó! Besti fann fúþark! Kristi finnur engin svör, hann er bara lár, gerir ekki neitt. Og Jötun haldi áfram að finna eliminations, þetta er stórkostlegt í þeim. Ja, með þess að Kristi finnur engan. Ó, þetta var... Fínu klúsana en... Pessar nær Avi. Það væri stórkostlegt ef Jötun myndi ná að taka mapp af Þór hérna, því að maps geta skipt máli. Það skiptir máli að halda, að tapa sem fæstum maps í heildakeppninni, sko. Þannig að það væri svolítið kjánulegt að Þór að tapa þessu mappi. Mjög kjánalegt. Kemur út Blade. Blade og Krissa nær BS, já. Og Bessa væntanlega, já, þeir ná að kappa þennan punkt. Svo sannarlega. Pesal tekur hann með sér. Algjörlega, svo sannarlega. Nú, já, Þór tóku þetta fight nokkuð léttilega bara með góðu Blade for Krissa og svo... Já, fylgdi bara restinu. Einmitt, góðu follow-up frá Monkey og öllum hinum. Og Sansa komin yfir á Hanzo. Já. Það er ekki slæmt pick, sérstaklega ekki á móti kompani sem Jötun er með. Hanzo er komin aftur með one-shot ability sitt, með bara basic hérna örinni sinni. Þannig að... Já, hann getur bara one-shotað mjög margar hetjur, DPS og support hetjur. Ekki allar, en nóg margar. Algjörlega, þannig að Sasa og Hanzo er klálega stór ógn hérna við... Fes, vel gert. Fes svarar bara, segir nei, Sasa er engin ógn á Hanzo. Kemur hann. Gimme. Inn kemur Avi að leita Pessal. Já, Pessal. Hoppar Primal, já. Avi er low og hann fellur bara í Primalinu. Ok. Jötun virðast ganga vel hérna. En þetta er alls ekki búið, það er nokkuð even í báðum liðum. Nokkuð jafnt. Og Þór eru ennþá að íta payloadinu. Það ángar til þess að virkilega mikið til þess að taka Kristóttína. Já, þeir eru bara að einblína á Krissa hérna. Já, má ekki leyfa honum. Ég kenni þeim ekki hann er hættulegur. Já. Má ekki leyfa honum að gera það sem hann vill. Fullt af ult að koma hjá Jötun og sömulegis á Þór. Gæti kom... Já, ég ætlaði að segja, Kiryu. Stór dreki mögulega. Ágætlega, risa stór dreki. Já. Splittaði öllu liðinu í helming. Oh my god. Allt í lagi Sasa. Ég sé þig. Já, við sjáum þig. Já, halda hún að spraya. Megum við sjá spraya aftur? Já, fes. Sko, flott. Það er spraymetta, það er allir að spraya, sko. Já. Jötun eins og er með næstu í 5 ult, sér þetta? Meðan Þór er með næstu í nanoblade, klálega með blade. Svona, notaðu skynsamlega. Ekki allir einu. Algjörlega, ef Jötun... Hérna kemur eitt flux út... My god! Rúnsi! Þetta var sársökufullt. Þetta var klassískur Númi, by the way. Textbook Númi. Númi er geitin á önu, þetta vita margir. En Fes svarar með 2 picks. Jötun eru alls ekki hættir. Þeim er alveg sama, þeir mistu Sigman sinn í miðju ulti. Já, Þór bakka bara, leita næsta fæti, greinilega. Kristi mættur nálega. Já. Þetta er Reipitog sem heldur áfram. Nanobladeið, sér þetta? Já, það er á leiðinni, hann er að... Nei, ég veit þið. Jötun eru eins og verið með 4 ult til að svara nanobladeinu. Þeir eru til dæmis með Transcendence. Kemur hann.
Já, þeir svara með Transcendence og Kristi getur lítið gert, hann niðurstur að bakka út. Engin eliminations með nanobreytinu en Kristi heldur lífinu sínu. Fullt af ults notum. Það er spurning hvort að Avi nær góðu gravity flux hérna. Gravitic flux. Huge pick frá Sasa. Besti er að dansa á milli lífs og döða. Hann er dón. Það er enginn að fara payload. Bara, Þór fær bara að gera það sem þið vilja. Ok, mæta ára payload. Ná fyrst. Já, þetta er búið. Allt í lagi, Þór ná að klára mappið með hvað hérna, 30 sekundum. 28. Þetta var mjög góð vörn hjá Jötun. Já, klálega. Það er skemmtilegt að sjá að þessi leikur verða aðeins meira hérna, aðeins jafnari, aðeins meiri keppni hérna. Gaman að sjá þess að fjölbreytileika líka í hetju picks. Já. Það er ekki alltaf það sama. Þetta er klálega óvenjulegt. Í síðasta leik sá við svo mikið af Tracer en Jötun, það er einhvern veginn ekki þeirra stíl að spila Tracer. Þeir eru bara eiginlega ekkert búin að spila Tracer, nánast ekki neitt. Nei, mjög lítið. En nú þurfa Jötun að íta alla leið. Og það... Alla leið. Já, flottur formúlubíll. Ég veit að Fes verður sáttur í það. Hann er alveg formúlufan. Það mappi byggt á hérna frægri formúlubraut í Monaco. Circuit Royale. Eða það er sem mappi heitir. Er sú braut svona í gegnum borgina? Þarna eru bílarnir, já. Já. Já, þessi braut er það sem kallast street circuit sem þýðir að malbyggið sem að bílarnir eru að keppa á er í almennri notkun bara venjulegum bílum sko. En síðan þegar keppnin fer fram þá er öllum götum lokað og þau keppa. Já, ok. En ná með það, Þór vilja starta... Þór eru á defense, já, á Sigma. Sigma Ana Bapp og á Vittó, Sasa á Vittó. Þetta, Ég held að Sasa á Vittó verður vandamál fyrir Jötun eða þeir gera ekkert í honum. Akkurat. Jötun hljóta Bessie bara hlýtur að skipta yfir á Vittó það. Pesa var að gera mjög góða hluti á Vittó. Kristinn nær Pesa hérna. Einmitt. En Fes fann Krissa. Virkilega gott pick hjá Fes. Spurning hvort að Jötun getur nýtt sér þetta pick. Ekki eins og þeir spila hægt. Sigma svolítið framalega, mögulegt að refsunum minna, þeir reyna það. En Avi og Sigma bakkar. Spila samt eins framalega og hann mögulega kemst upp með hann Avi. Hann fílar að spila bara á brúninni, hann veit hvar brúnin er. Hann kann að fara ekki yfir hana. Spurning hvort að Rúfaló getur fundið eitthvað á Sen. Það er algengt að ná Vittó pick með Sen til dæmis. Nei, Rósifjall. Rósifjall. Já, Þór bara biðu og síðan loksins þegar að Jötun teygðu sig aðeins of langt þá refsuðu Þór og þá er þetta búið bara. En Jötun samt sem áður er búin að byggja fullt af ult hérna. Eins og ég sagði, Bessie er komin á Vittó. Já. En Jötun er að nálgast Nano og geta farið inn með Nano Monkey. Það gæti alveg gert góða hluti fyrir Jötun. Þór hafa ekkert defensive ulti, gætu lift honum með Gravitic Flux. Þá hefjast leikar. Er Kristi í baklínunni? Kristi er í vesenni. Geta þið veitt hann? Come on, Fes. Og Fes næðir honum! Já, það er mjög mikilvægt að ná honum þannig. Þeir eru kannski pínu splitt núna. Nei. Lifa af Sigmúrti, ekki alveg. En Bessie nær fúðarkana. Já. Þetta er... Það er dálítið erfitt að horfa á þetta. Jötun er bara eins og að... Þeir eru að reyna að hlaupa í gegnum vegg einmitt núna. Þetta er ekki auðvelt. Nei. Þór eru búin að reisa múrstin af vegg sem að Jötun verkefni þeirra er að hlaupa í gegnum hennar vegg og yfirleitt endar það bara þá því að brýtur á það randlitið.
En ég meina kannski ef Jötun finni eitthvað innrið með sér, þá geta þær hlaupið í gegnum hana vegg. Þeir eru með ultin, þeir eru með Primal. Þó eru með nokkur ult til að svara. Og Rúnsi er low, hoppar Primal. Ég er að búast við að sjá nanobladeið hérna bráðum. Ef að Kristján er að halda sér á lífi, hann nægir að halda sér á lífi. Hérna kemur að... Hvað kom það? Nei, Það er Trans hendans í Trans gangi. inni, counterar hann algjörlega. En Sasa finnur fes samt sem áður. Já, risastórt deflate og Kristján svæfði Ruffalo hana. Held ég. Já. Jó, Sasan er best að hana. Já, 20 sekundur eftir Jötunni eru í virkilega slæmri stöðu hérna. Ég er ekki viss með að ná að snerta hann. Nei, ég held, Nei. já, sko, þeir eru konur á ból, Jötunni geta snert. Nema náttúrulega Afi lyft honum bara. Nei, hann vill ekki gera það. Leita Já. bara að Ruffalo rock frekar. Fann besta í þessu. Út kemur Nano og Fizz. Þetta er lítið sem Jötunni geta gert hérna og þetta bara klárast hér. Leik lokið. Já, Sasa tekur hann alveg nokkra í lokin. Já. Þór sigrar 3-0, heldur topp sætinu sínu í deildinni. Þetta var svo sem það sem flestir voru að búast við. Já, Afi nær sér inn hérna play the game á eina mapinu sem hann spilar. Grísin í hann í lokin. Já. Afi með pínu alpha move mætir bara inn sem hérna varamaður mætir inn, fær grísleiksins play the game. Rænir í að Rúnsi bara náði fyrstu 2 vöpunum. Hann gerði það. En allt gott þar einhvern tímann að enda. Já, loka tölur. 3-0 fyrir Þór. Já. Vel verðskuldaðir sigur, Þór eru með sterkustu liðum í þessari deild, ef ekki bara sterkasta jafnvel. Þannig að Akkurat núna, þá Það verður þarf- þetta. já, það þarf einhverja virkilega eitthvað stórkostlegt lið til að vinna þá. Já. Já, þeir eru að líta mjög vel út. En Jötun gerði sitt besta, það skiptir miklu máli fyrir Jötun að enda ekki á botninum í deildinni, sko. Þannig að þeir eru eiginlega að berjast um það. Virkilega bara, En já, hetjulega spila hjá þeim. Þetta var, hérna, já, bara virkilega hetjulega verið barist. já. Við ætlum að fá smá pásu og svo viðtal frá Jötun. Þannig að bara ekki fara langt. Wait, is he switching lanes? Collecting of my thoughts, I'm ready to pretend. How will my head get back to thinking straight again? But I can't see an out, and I don't mean to put all my doubt on you.
looking for some trouble, you were looking alright. Every time you said a word, I was staring at your lips. I don't think I've ever been so close to a love like this. I never met someone like you. I never felt this way. Ooh. Sipping on a little something, I've been sipping too much. I just poured myself a double and I'm thinking about us. Every time I see your face, I think of what I lost. How could all the little moments that we had be so far gone? I never met someone like you. I never felt this way, ooh. I would take potions, we love.
Velkomin aftur. Þetta er annan svakalega leik Þór og Jötun. Ég er komin með Rúfaló til mín hérna í viðtal. Velkomin. Hæ, takk fyrir. Já, hvernig er stemningin eftir leikin? Mjög góð. Þetta var rosalega gaman að spila þennan leik. Mér fannst við bara gera exekúta mjög vel það sem við ætluðum að gera. Hefðum mátt að undirbúa okkur aðeins betur, en já, bara framar vonum í raun og veru svona eftir á, þó að kannski úrslitin segi ekki alveg, en já, við vorum að spila bara mjög vel. Já, algjörlega sko, og já, hvað gerðu þið til þess að undirbúa fyrir leikin? Hvað var svona? Við tókum skrim í gær á móti Berserkjum og svona, já, það hjálpaði aðeins, tókum Lijiang og svona, þannig að við undirbúum aðeins öðruvísi lið, Berserkið og Þór, en svona, já, bara reyna að komast einmitt að því hvað við ætluðum að spila og við gerum það. Halda okkur við rassið eins og við bara, já, það er svona okkar identity held ég. Já, þið spiluðu ykkar leik og bara spilaðu það vel. Já, og einmitt bara reyna að fara í comfort zone, ekkert vera að elta metta eða þetta hitt, bara það sem við vitum að við kunnum og við getum að fara í það frekar. Já, algjörlega. Hvernig svona, líst ykkur á deildina svona í heilsinni? Bara feikna sterk, og eins og Tröll sýndu áðan að þá er þetta bara miklu jafnara held ég en maður svona bjóst því fyrirfram í raun og veru. Maður hélt að þetta væri svona stóru þrjú og svo verið hinn svona kannski ekki alveg eins, en ég bara held að þetta verið virkilega spennandi, og það er í raun og veru getur enginn sagt hver sé bestur eða hver líti best út í raun og veru ennþá. Já. Kannski bara, Þór, en já. Já, kannski svona, smá. En svona ykkar vonir framhaldið, já, ykkar liði? Lenda ekki í síðasta sæti, 100%, það er, og svo bara stefnum við á playoffs næsta sísón. Við ætlum okkur að, já. Ætlum ykkur langt? Algjörlega. Bara halda áfram. Komin með nýjan þjálfara og við ætlum að taka þetta alveg núna. Glæsilegt. Lístu vel á það. Hvernig er næsti leikur ykkar? Oh my god. Ég seti á... Við eigum bara eftir Böðla í fyrstu umferð, ekki satt? Já, Böðla eru næst. Ok, ekki. Við ætlum að vinna það. Já. Við stefnum á, já. Það eru nokkri meðlumir í Jötun sen að þeir eru allir bara yes. Það er leikurinn sem að við lítum á að við eigum að geta unnið og ætlum að vinna. Og ætlum að einmitt að taka nokkuð fóttur í vjú og svona og jafna út svona einmitt. Já, það er gera þetta almennilega. Spennandi leikur þá, sko. Ég held að mér langar að heyra hver er svona MVPs báðum liðum? Byrja okkar. Bessi, bara pikk eftir pikk. Já, það bara, gríðarlega vel. Ég held að það sé, já, bara í rauninni hann var að opna svo marga tímfæta fyrir okkur á móti þeim, ná fyrsta pikkinu sem að auðvelda okkur svo mikið engageið og að inngönguna inn í fætið, þannig að ég held að hann eigi það alveg. Og þá bara svona, við erum mitt leiti á, langar mér svona aðeins að henda á Rúnsa, hann tók hana nokkur play the games reyndar átti 2 grísa. Já, hann var bara, hann var standið gríðarlega vel, en hann náttúrulega hefði ekki verið hægt án restan af liðinu, sko. Algjörlega. En já, það var bara, þegar kom bara, svona, allt í einu bara, svona, keyrðan í gegnum liðið þeirra, þá maður alveg bara, wow! Þannig að ég var að svona henda smá sjátt á hann. Já, algjörlega. Þannig að, en í liði Þórs, fyrir ykkur liti. Krissi. Hann færi þetta alltaf, en bara gæinn er bara hann er bara byggður öðru í sig. Hann er bara, það er ömurlegt að spila support þegar hann er á Genji til dæmis. Það er bara ógeðslega erfitt. Og það, já, oft getur maður svona, eitt Genji dæfa baklínuna, oft getur maður já, náðu að verja sig betur. Hann fær alltaf value, bara alltaf. Ég veit, ef Genjin er ekki góður og dævar þá deyr hann bara. Já, algjörlega. Og þeir líka spila vel eins og með Monkey á Circuit, þeir eru að píla mikið fyrir hann þegar hann er að fara inn, hann er að fá heal, Anan í baklínunni, þeir eru náttúrulega með 2 geðveika önspilara, þannig að það var
Já, hann var bara að valda ótrúlega miklu vandræðum fyrir okkur. Ekkert smá. Já, algjörlega, Chris er bara já, eins og þú segir, hann er bara eitthvað hann byggður öðruvísi. Byggður öðruvísi, já. Já, en já, það var svona náttúrulega Númling og Fúþar tóku svona önupikkið svona sitt á hvort, en ég myndi henda aðeins á Númling sko. Já, en þessi slíp og þessi Antti líka sko. Antti sko. Það var einmitt Rúnar sagði það, hann vildi hafa hann MVP en mér fannst Krissi vera, já. Já, ég vona ég sé ekki að fara með rámt, en var það ekki Númling sem að slípa hann á mappinu sem Sigma? Já. Já. Ég held að það var hann og ég var bara, þetta var röff að horfa maður. Já, af því hann dotsaði Rocky þegar svo kom slípið og ég var skítrættur þegar hann fór í þetta og Rocky og ég bara, yes, ok, og svo kemur slípið og bara, ok. En síðan náði Fes að ná 2 picks, þannig að þeir náði átti ekki raskat skilið en hann náði í snátt, bara frábært. En já, ég held að ég hef ekkert mikið meira að spyrja úti en með þið langar til þess að koma inn á eitthvað sérstaklega. Nei, ég raunar ekki. Bara höfum þetta svona short and sweet. Já. Og bara gríðarlega vel spilað og mjög gaman að horfa á. Þannig að bara takk kærlega fyrir Rúfaló. Við náðum því miður ekki viðtalið við Þór, þannig að við bara förum að segja þetta gott í kvöld. En til að bara takk fyrir Oat King, Kia, Tölvustinn, Arena. Takk alveg fyrir styrktaraðina og sjáumst aftur 5. október. Var það ekki? Böðlar Jötunn og Þór Selir. Þannig að það verður svakaleg viðureign maður. Alls ekki missa því. Bara, já, og takk kærlega fyrir í kvöld. Sjáum seinna.
smá tjók. Þið erum komin aftur. Hæ, velkomin aftur, heyrðu, við Arnold. náðum að laga tæknilegu örðuleikana. Við erum komið með fúþark úr atgerum í viðtal. Þór. Úr Þór. Halló, halló. Halló, Búþór. Hæ, heyrir í okkur? Já, ég heyri vel í ykkur. Yay. Hvar ertu staddur Velkomin. einmitt núna? Ég er nýri kjallara. Ef ég get sýnt þérna aðeins. Það er smá setup, sko. Já. Ertu í Ameríku, sem sagt? Maður er í Ameríku nefnilega. Og bara, þú spurðir hvar ég væri, sko. Ég svaraði, ég er í kjallara. Þetta er kjallara. Kjallara bara einhvers staðar. Kjallar í Ameríku. Já, já. Já, já. Velkomin til okkar, til hamingju með leikinn. Takk fyrir, takk fyrir. Hvernig er tilfinningin eftir þennan? Bara fín, sko. Ég meina, við mættum inn, við vorum ekkert rosalega stressaðir. En þeir komu inn, þeir voru alveg á, við settum við svolítið á bakbúntinn fyrsta mappið, en ég held að við náðum rytmanum eftir fyrsta randið og náðum að loka þessu frekar vel. Spýtu aðeins í lófana. Já, já. Já, þeir spiluðu vel, auðvitað eins og allir bjuggust við. En kom ekki jötun ykkur aðeins óvart? Já, ég meina það bara, mér list vel á hvað þeir fóru hratt út og gerðu lífið óþægilegt fyrir okkur. Voru ekki það, ég meina, þeir spiluðu rosalega vel. Ég tek henni frá þeim. Já, algjörlega, þeir voru með 2 playðu game og þeir voru með 1, ekki það, það er enginn að telja. Það er sem skiptir 11 máli, sko, það er sem skiptir 11 máli. Já, Algjörlega, sko. að safna þeim. En nú er þeir búin að vinna 4 leiki í röð. Ætlið þið bara að halda áfram að vinna eða planið? Já, það ekki, við erum bara búin að droppa einu mappi. Ef við náum að 3 á restina, þá held ég að við erum bara í góðum málum, sko. Já, þið þurfum nú að mæta Selum eftir viku. Já, Það verður aftur í hvað það Arenastreymi. gengur. Ég held að við erum mjög confident þar, sko. Mjög confident. Kvótið hann á þessu, Já, já. Selir, eru það að heyra það? Þeir láta þetta ekki. Þannig að voruð það undirbúkar eitthvað fyrir þennan leik? Við vorum nú aðalega að pæla í Dusty-leiknum í gær. Voruð það að spila mútið Dusty í gær? Já, á Dusty í gær. Varstu ekki að fylgjast með? Nei, það fór víst fram fyrir mér. Unnið ekki 3-0? Jú. 3-1. 3-1, já. Við vorum líka Spilum rosalega vel. Ég held að spil í gær. það var svolítið svona, fór í, hvað að segja, við vorum svolítið þreyttir eftir hann. Við settum inn mjög mikla orku í gær. Þannig að við fórum inn í dag svolítið svona, svolítið slakir. Ég held að við hefum getað spila mun betur, en það er ekki að taka neitt frá jötun, þannig séð, sko. Nei, þið náðu 3-0 þegar það er markmiðið náð, svo sem. En ég var að tala um eitthvað meira um þennan leik. MVPs í hinu liðinu, ykkar liði? Þetta, Brunsi var að spila rosalega vel, sko. Fyrsti fætinn á Control Center þegar að hann er með shatter, maður enginn á okkur að búist við. Kom líka okkur óvart. Já. Það var gott. Fyrir okkur, ég meina, Krissi alltaf að gera crazy hluti. Já. Ég myndi að segja að ég átti gott Kings Row og sennarna, en Já. það er bara ég. Við bara lifum í heiminn manns Krissa. Já, í Krissi World. Já, einmitt. Það er svolítið erfitt að fara á móti Þór þessa dagana. Með að atgera korið og síðan komum með 2 grjótharða böðla í support line-upið. Þannig að... Já, maður þarf að smá reunion, sko. Það er mjög skemmtilegt að spila aftur með núma, ég verð að viðurkenna. Er það ekki? Já. Þetta það er einhver skilningur á milli okkar sem að ég hef ekki fundið minn innvæður að supporta þaður. Ég skil það mjög vel. Þetta er brómans. Algjörlega. Er eitthvað fleira sem við viljum spyrja, Guðný? Gefur mér hérna. Er eitthvað sem þú vilt segja, Fúþark? Eitthvað sem þú vilt bæta við? Nei, bara sjáta á þetta og tölvulistadeildina og gaman að sjá svona sponsorana og allt þetta. Bara stay tuned fyrir Þór vs. Seli. Ætlum við að sjá ykkur í úrslitum með? Ætlum við í úrslit þetta árið? Já. Já.
Mjög einfalt þar. Já. Jæja, ég held að var ekkert fleira, þannig að takk hérlega fyrir viðtalið, Fúþark, takk fyrir að mæta í viðtal og gaman að tala við þig. Jú, gaman að sjá þig. Já, takk hérlega. Hafðu það gott í Ameríkunni, í háskóla, Já, ertu ekki í já. háskóla? Jú, það er þannig. Það er kjallarinn hérna. Þetta er flottu kjallari. Þetta er arenað, sko, þetta er setupið. Já. Já. Náttúrulega, herri, ég verið að representa býtu. Íslenski fáninn hérna. Já, glæsilegt maður. Vel gert. Já. Jæja, en takk fyrir viðtalið og takk fyrir leikinu. Við verðum þá að slúta þessu hér. Takk hérlega fyrir að koma til okkar í Bæjó. tölvunni. Bæjó. Bye. Bye. Alltaf gaman að tala við Fúþark. Já. Góður strákur. Algjörlega, þá skulum við bara enda þetta og eins og við sögum áðan, mætið aftur hingað. Eftir 1 viku, 5. október, eru 2 merkilega leikir. Þór á móti Selum, bæði gríðarlega sterklið, og svo Böðlar Jötun sem verður algjör slagur botnsætin, sko, hvor endar í neðsta. Maybe. Þessi liður eru desperate að vinna hann leik, sko. Já, það verður hörku viðreik, sko. Algjörlega. Ég er að búast við 5 möppum, sko. Jöp, þannig að ekki missa af hér í Arena eftir 1 viku, 5. október. Takk fyrir að horfa í dag. Sjáumst næst.